mitt er Vilhjálmur Alvar Þórarinsson og með honum er Oddur Helgi Guðmundsson og Gylfi Sigurðsson. Allt toppdrengir. Allt FIFA-dómarar búin að dæma þennan leik einstaklega vel. Og ég er ánægður þegar dómarar fara í samlita, sokka og búningurinn. Ég styð það. Já. Nálgast þetta verkefni er bara ekkert öðru í sig en alvöru leik. Þannig að segja hvernig staðan er. Já. Staðan hérna er 4-2 fyrir Breiðablik þegar að 57 mínútur eru búnar af þessum leik. Öll mörkin komu í fyrri hálfleik. Góð bolti þarna. Ég kann ná að koma í þetta. Þá kemur Benedikt. Við höfðum bara gerfinöttin í klukkutíma. Já, það er búið að kippa í lag. Andri Fannar. Hvað gerir Andri? Gefur hann út á Davíð Kristján. Hvað gerir Davíð? Reynir að lyfta honum yfir, Arianinn fyrir og... Já, hörku barátta þarna og það er innkast sem að háka á. Já, það er vel gert hjá Arian þarna. Alveg frábærlega vel gert hjá Arian. Strákur sem þetta er held ég frá Kosovo eða Albaníu. Já. Arian Ari Morína. Bróður sem heitir Andi Ari Morína. Passar. Líka með KH í sumar. Spurningfélag Hlíðar. Hlíðarenda. Hlíðarenda, já. Það er eitthvað í streaminu. Erum við ekki live? Það er eitthvað. En við erum áfram á upptöku, ekki? Jú, ég er með upptökur eitthvað. Já, ok. Kameragörinn. Dettu líka úr fókus og hvað. Lætur bara vita hvernig þetta koma aftur. Það er víst búin að vera einhverjir tæknilegir örðuleikar hérna. Það er búin að vera að detta inn og útvist í síðari hálfleik. Vonum að þetta sé að komast í lag. Tæknideildin er á störfum. En að minnast þess að staðan er ennþá 4-2 fyrir Breiðablik. Getur rent yfir markaskorur á eftir. Og það eru búnar 59 mínútur af þessum leik. Liðið sem sigrar þennan leik fer í úrslitaleik og spilar við KR. Og þeir sem eru að horfa eða voru að horfa þá er ágætt að refresha símana. Ég er ekkert vissum að ég náði þessu skilaboðum inn á það. Síðuna. Síðuna fyrirgefðu, síðuna, segir teknistjórinn. Refresha síðuna. Það er markspyrna. Andri í markinu kom inn á í hálfleik, Andri Þór Gretarsson. Hann var á láni á Aftureldingu í sumar. Einstaklega gott félag Afturelding. Já, þú ættir að þekkja aðeins til þar. Hefur rætur að rekja þangað. Já, ég er uppalinn þar. Meðal annars. Já. Sjá, minna þarna rólegt yfir þessu, Blikar er að koma hérna, sækja hérna. Og það var boltinn fyrir. Og Benedikt. Það var að Benedikt verðin og Benedikt beint í rassinn á markaskorunum. Fín skottilraun hérna. Birgir Val. Vel gert hjá Bjarnar Gunnarsson hérna. Já, frábært og Brynjar hérna með frábæra sendingu hérna yfir Ásgeir. Hvað gerir Ásgeir? Hann kemur þessi fyrir og... Þetta er hornspyrna. Þetta var gott færi þarna hjá Hafnarfirðingum. Þetta var ekki langt frá Ólafur Ísson í markinu. Heppinn þarna bara. Var þetta ekki Máni hérna í góðu færi? Máni kallinn í góðu færi. Hér er að koma skipting hjá HK.
inn á að koma leikmaður nummer 29 og hann heita Valgeir Valgeirsson. Já, ungur strákur fæddur 2002, virkilega efnilegur. Mjög ungur og efnilegur strákur og mjög var í öðrum flokknum. Ég dæmdi nokkra leiki á öðrum flokknum hjá HK í sumar. Já. Það var flottur þessi strákur og út af fór Máni Austmann Hilmarsson. Þá kemur hornið. Óli tekur þetta. Vel gert hjá Óla í markinu. Já, hann var valinn í 17 ára landsliðið. Valgeir var flottur strákur, alveg gríðarlega flottur. Hann var svona einn af 3 bestu mönnum annarflokks HK í fyrra sem voru bara hásbreytt frá því að fara upp í A-riðil. Já, hvort hann töpuðu síðasta leiknum fyrir FH og þar með fóru FH-ingarnir upp. Víkingur vann deildina, B-riðilinn. Já. En hann var svona ásamt Arian og einn í viðbót. Við erum ekki alveg með nöfnin á þeim. En þeir voru svona hryggjastykkið í þessu flotta liði HK og öðrum flokki. Það er að koma upp fullt af flottum strákum upp hjá HK og það er ánægilegt að uppbyggingarstarfið þar byrjað að vera orðið virkilega öflugt aftur. Ég held að Valgeir hafi komið inn á móti FH og eiginlega svolítið fíflað þá upp skónum í síðasta leik. Já. Það hefur verið gaman að sjá þann leik en ég var vant við látin. Ég var vant við látin einnig. Það getur vel verið að okkar maður á kamerunni hafi mætt. Og þá var það Aron Bjarna. Þarna var Arnór Gauti en þeir koma þessu frá HK-menn. Það var Atli. Langur bolti þarna. Aron Kári ekki miklum vandræðum þarna. Damir fann að taka það. Já. Klaufalegt hann í Ég hefði ekki dömt á. Að þýttir hann. Nei, Damir toppdrengur. Ég veit allt, hann veit allt um það. Sýnist. Arthur Ari að koma inn á. Mikill þróttari. Kemur inn á fyrir Arnór Gauta. Arnór Gauti og Arthur Ari. Og Arnór Gauti út af. Mér sýnist bara að Arthur Ari verið að koma í framlínuna. Já. Það verður að segjast eins og að það finnst mér að vera afar athyglisvert enda þekktur fyrir ekki bestu færanýtinguna. En hingað til. Magnús hingað til. Ég er full að trúa á honum. Já. Hann má geta þess að systir hans borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Já, Katrín Atladóttir. Mjög virk á Twitter. Mjög skemmtilegur Twitter-vinur minn þar, já. Ég að segja. Með þeim eftirtektarverðustu. Þá kemur Davíð. Nei. Þá var það Damir. Benedikt. Hvað gerir Benedikt? Yfir á Andra Fannar. Benedikt. Skjóttu bara. Yfir á Davíð Ingvarsson. Maggi, ein spurning. Já. HK-liðið, þetta mikið af uppöldum strákum hérna úr Kórakörfunni? Núna í raun og veru bara þekki eða ekki, skilju. Ólafur Örn er uppalinn í HK-ingur en held ég bara úr Jarðakörfunni. Það skiptir ekki máli, við erum bara nútíma að þetta sko. Ég held að það sé í raun og veru Valgeir og í raun og veru strákarnir sem er að koma upp. Arian. Þeir eru efri byggðarmenn. Já. Fjalladrengir. Og Birki Valur. Leifur Andri er gamla farlundinum. Hvað gerir Aron Bjarnason? Aron Bjarnason er með boltan og það er varið. Vel varið þarna hjá Andra Þór. Andra Þór í markinu. Bara Viktor. Orri Markinsson. Bróðir Finnsóra í KR. Þeir munu þá líklega mætast bræðurnir. Virkilega vel gert hjá Ólu Erni hann að frábær sending. Valgeir sem átti þessa sendingu. Bjarni Gunn. Nei, þetta er bara vel gert hjá Skagamanninum Guðmundi Böðvari. Sjáuði strákinn. Hann er frábær, Valgeir, gaman að honum, flottur strákur. Framtíðin björt hjá honum. Bjarni Gunn með skoti í afturend af einhverjum og þá kemur Aron Bjarnason, Þróttarinn. Aron Bjarnason er öskufljótur og Arian er að hjælta í hann. Gríðarlega snöggur. Hann er líka gríðarlega snöggur. Ég þurfti stundum að taka sprettinn í sumar þegar ég var að dæma annar flokkin í Íslandsmótinu. Já.
ég var náttúrulega langt á eftir. Samt met svona fyrir 43 ára gamla mann. Já. Bara nokkuð gott. Það bara að tala. Já, það bara, Magnús, það bara að tala, sko. Það vitum við alveg. Það var að Davíð Kristján. Hvað var þetta? Já. Bolti fer þarna bara í gegnum allt. Já, og fastur bolti þannig. Og fastur og það er Benedikt og Aron. Nei, smá misskilningur þarna milli Davíðs og þeir eru eitthvað svona aðeins svona að spurja hvern annan spurninga. Gefa lítið svör við því. Já, þeir þurfa aðeins að passa varnarleikinn hágangan eða þeir virðast vera svona tækt upp vörninni hjá hann bara svona nokkuð auðveldlega og koma boltanum fyrir trekk í trekk. Svo að loka touchið, það klikkar. Já, ef þeir ætla ekki að lenda í vandræðum í Pepsi-deildinni í sumar þá er þetta eitthvað atriði sem að þeir þurfa að laga háganganir. Það er, Magnús minn, það er langt í Pepsi-deildina, við höfum eftir að fara í gegnum deildabikar og fullt af æfingarleikjum og utanlandsferðum og annað og nægur tími til stefnu og það er eitt sem víst og það er alveg öruggt. Það verður aldrei frestaður leikur hér í Kórnum. Já, það þykir mér mjög ólíklegt. Vegna veðurs. Ég sé að gamla brýnið Viktor Bjarki er að gera sig kláran aðstoðarþjálfari HK. Nú þjálfari HK er Brynjar Björn Gunnarsson. Þurfa eitthvað inn á miðjuna, búið að vanta smá, er búin að vera alltaf mikið undir í baráttunni, Ólafur Örn og Atli Arnarsson. Já, en Hörður. Þarna kemur Valgeir, hann er þess ekki þrátt fyrir ítrekkaða tilraunir að ná þessu. Já, ítrekkuð. Já. Það eru hérna menn að koma inn á. Ég er rosalega hrifinn af þessum búning hákamanna. Mér finnst þetta flottur búningur, Maggi. Já, það er spurning hvort að þetta sé sem að koma skal. Svona Celtic, hérna, hvítt og rautt Celtic. Já. Þegar maður Blikar ætti bara að fara í svona líka. Mér finnst það. Hvað segir Heiðar? Hann er íkámaður. Já, hann hlýtur að vera sátt með það. Ég var mjög hrifinn af hins vegar Evrópukeppnis bikarbúningnum sem Blikarnir voru í, sem var röndóttur grænn og svartur. Ég var mjög hrifinn af honum. Já. En það má geta þess að Blikar skiptu búningaframleiðanda eða núna í haust og eru komnir í Erja, voru í Ekko undanfarin ár og eru komnir í Erja og þetta er nú kannski ekki búningur sem ég verði í, þetta er meira bara svona redding fyrir veturinn. Já, ég var bara eiginlega feginn að hafa ekki verið búinn að kaupa nýjan búning fyrir barnið mitt. Já. Þau vaksa úr grasi. Já, það eru, ég held að ég sé búinn að kaupa fyrir minn 10 ára, held ég svona 5 FH búninga. Já. Ég er ennþá á mínum fyrsta, á barninu mínu, þannig að... Já. Og 5, 7, svo bláa líka, þannig að það verður alltaf verið í stíl. Já, sjálfsög. En hérna er HK líka í Macron. Macron er merki sem er búin að sækja í sig veðrið hérna á Íslandi. Fylkir eru konur í Macron. Já, mínir menn Crystal Palace er í Macron. Crystal Palace er í Macron og Bjarni Hörður að fara út af og hérna er Viktor Bjarki Arnarsson og númer 5 er... Við erum með skýrsluna hérna, ég skal bara kanna þetta, Magnús minn. Það mun vera... Nei, við erum ekki alveg með þetta á hreinu. Þetta er ekki alveg rétt hérna hjá okkur. Ekki alveg rétt númer. Valdimar Einarsson. Valdimar Einarsson, já hérna, skrifað. Já. Skrifað. Já, það er bara flott hjá Brilla að gefa mönnum sénsinn og svona. En enn og aftur þá er ég ofboðslega snortinn og ánægður með mætinguna hér í Kórinn. Vel mætt og... Það er virkilega skemmtilegur fyrirháleikur, ekki... Múið var aðeins bragðdagur, segir áleikurinn, svo ekki annars þess að... Já, svona aðeins bragðdagur, en það vill oft gerast, Maggi, á þessum ástíma þegar að liðið er að spila þessa æfingarleiki. Það er allt púðurlagt í fyrirháleik, svo svona dregur aðeins að mönnum í seinni háleik. Já. Menn er að koma sér að stað eftir gott frí. Já, það er alveg hárrétt og þetta bósmót er algjör snillt upphafið að nýju tímabili eða algjörlega endurinn af gömlu. Það er bara eftir hvernig þú vilt orða það. Ég segi upphafið. Já. Og það eru veglega verðlaun í boði. Ef ég minni rétt þá er Ágúst Gylfason þjálfari Breiðabliks búinn að vinna þetta síðustu 2 ár. Fyrst fyrra skiptið með Fjölni og
og svo síðan með hérna Blika í fyrra. Já, þetta náttúrulega hans mót, nýherji og núna Bós og það má geta þess að sá sem hér talar hefur verið sá sem hefur veitt velun. Já, það er frábært. Og lýst þessum mótum. Með glæsi brag. Já, fyrst með Tryggva Guðmundsssyni og síðan með Elvari Geir Magnússyni og nú er ég komið með Magnúsi Böðvarsssyni og Heiðari í tæknistjórn og ég er bara stoltur af því að fá að taka þátt í þessu verkefni þó svo ég segist vera hættur fjölmiðlamæður. Já, og þess mátti gaman skilja að Tryggvi Guðmundsson var að fá sitt fyrsta þjálfarajobb í meistaraflokki. Já, það er alveg hárrétt hjá þér og hann er farin í Grafarvoginn að þjálfa vængi Júpiters. Já, það var áhugavert að sjá hvað hann gerir þar. Og við óskum honum bara alls hins besta. Hann er Aron Bjarnason. Ja. Og hérna kemur, það er hótt. Benedikt var hann með ágætistilraun hann í varnarmann. Það var flott hjá Benedikt. Já, Tryggvi er ekki hann er að fara í 3. deildina og það er erfið deild. Gríðarlega. Og hérna, góð lið í 3. deildinni. Þetta er svona, ég myndi segja að þetta er svona endastöð margra knattspyrnumanna. Því að þarna eru liðin þannig að þau eru vel mönnuð. Þetta eru menn með sögu og leiki á bakvi. Og það er oft bara mjög skemmtilegu fótbolti í þessari deild. Já, það er hornspyrna hérna á Blikunum. Hún verður 12 í fyrsta sinn. Já. Kom ekkert út úr horninu. Bara Atli Arnarsson. Kom frá Vestmannaeyjum, spilaði með IBVF í fyrra og var þar áður með Leiknismönnum. Já. En kemur frá Sauðárkróki. Já, það var annarkvort Sauðárkróki og Höfn, ég man ekki alveg hvort. Já, það er svona svolítið á milli. Já, það er mjög langt á milli. Þetta er svona ekki alveg svona, ég hefði skilið þetta hefði verið sagt Blönd og Sauðárkrókur. Já. En þú ert kannski að fara svolítið svona bara hægri vinstri, sko. Hann er utan á landi. Já, hann er utan á landi. Landsbyggðardrengur. En utan á landi er ekki bara eitthvað eitt, sko. Nei, það er bara nákvæmlega þannig. Amir hann að selja sig. Þá kemur Valgeir. Hvað gerir Valgeir? Fær hann aftur og Guðmundur Böðvar hérna. Tækling. Það var ekkert á þetta. Nei, hann er að dæma Maggi hérna áður, sko. Já. Þannig að þú veist, það er oft sem að dómararnir fá að heyra það. En þeir eru bara að gera hárrétt því að það er brot sem er þarna áður, hann leiður leikinn halda áfram. En síðan missir hann boltann hérna, þá er ekki liðið það mikil tími, þannig að þá tekur hann leit svona út eins og hann verið að dæma á tæklingun í Hólaverðni, en það var flott tækling. En þú ert með fagdómara með þér hérna í þessari lýsingu og við erum með sömu dómararéttindi, þannig að það er nú ekki alveg að marka þér. Magnús minn, hvenær dæmdir þú síðast? Það er 2 ár síðan. Já, það er margt búið að breyta síðan þá. Það er 3 ár síðan. Já, ennþá lengra. Nei, ég er nú að grínast en hérna, Vilhjálmur Alvar er búinn að hafa góð tök á þessum leik. Gríðarlega góð tök. Gert þetta upp á 10 á samt sínum aðstofamönnum Gylfa Sig og Oddi Helga. Já, menna fullir strákar. Þá er Andri Fannar. Það er gert Andri. Þá er Aron Bjarnason. Og Benedikt. Andri. Það gerir Andri Fannar að skjóta. Hann ætti bara alltaf að skjóta þarna. Já, hann dútla aðeins og taka aðeins og mikið snertingum. Já, að gera nota mótir hann bara. Það var dami á öllum mönnum. Það er hrikalega... Sendingu, já, og hvað gerir Arnþór? Ari Atlason. Það er hrikalega spenntur fyrir Valgeiri Valgeirssyni. Virkilega sprækur strákur og greinilega... Hvað sagðirðu, fæddur 2002? Ég held að, já, 2002. Og á svo sannarlega framtíðina fyrir sér þessi strákur.
kom Birgir Valur Jónsson HK yfir á 70 mínútu. Alexander Helgi jafnaði leikinn á 19. mínútu. Aron Bjarnason kom Blikum yfir á 21. Máni Austmann jafnaði á 28. mínútu. Alexander Helgi kom þeim Blikum aftur yfir á 30. mínútu. Síðan á 41. mínútu kom Davíð Kristján Ólafsson og kom þeim í 4-2 og nú á 77. mínútu Benedikt Vören. Og HK voru að gera breytingar á sínum liðum. Maggi, hverjir voru að fara út af? Ólafur Örn Eyjólfsson og Atli Arnarsson voru að koma út af. Og inn á kom leikmaður nummer 20. Ómar Farúk heitir hann. Ómar Farúk Ahmed var að koma inn á. Hann var að koma inn á Ómar Farúk Ahmed og líka nummer 17. Það mun vera Eiður Gauti Sæbjörnsson. Þetta er þessi þriðji sem ég var að tala um í þessari annarflokks. Já. Þessi þrír hérna. Flottur strákur einnig. Veit minna um Ómar. Ómar held ég sem líka var í öðrum flokknum líka. Já, ég hef ekki séð mikið til hans. Aukaspyrnu sem HK-ingar eru hins vegar að fá. Já. Spurning hvort að verði einhver úr þessu. Það verið fátt fína drætti í sóknarleik HK í síðara hálfleik. Þeir voru flottir í fyrri hálfleik. En fátt fína drætti í síðara hálfleik. Eitt fínt færi. 5-2 fyrir Breiðablik hér. Ásgeir Martinsson. Hann er með góðan fót. Ég ætla að giska hann skjóti. Hörkuskot Ólafur Ísholm tekur þetta réttum maður réttum stað. Gerir nákvæmlega sem hann þarf að gera. Hann bara mættur til að taka hornið líka. Kemur hornið hjá Ásgeiri. Skalla þetta frá. Það er Benedikt Vören. Þetta er aukaspyrna á Ahmed. Ómar að brjóta sér. Ómar Ahmed. Benedikt. Dreifannar. Eiríkur. Vel gert hjá Blikunum hérna. Og sendingin ekki alveg nógu góð þeir. Ómar setur þetta í hot. Hotspyrna. Hún er tekinn stutt og fyrir gjöf. Það er enginn nema Damir Múminović. Damir kemur boltanum fyrir. Nei, Ásgeir skallar þetta frá í bili. Já, mikið stærri heldur en Aron. Nú, hann lætur hann ekki fara. Það er skrítin ákvörðun hana. Og missir þá boltan bara upp við hornvarna en á að koma þessu frá. Blikarnir eru fastir fyrir. Já, brjótaði sér. Litlu bætt við þetta, Maggi. Það eru svona cirka 8 mínútur eftir af þessum leik. Já, það má ekki verið mikla tafir. Hér koma HK-ingar. Já. Það geta þeir gert núna. Það gera HK-menn. HK-ingar, HK-menn. Lið fólksins segja sumir hér í bæ. Já. Ekki Hjörvar Hafliða sem kom með þetta. Ég held að hann hafi byrjað með þetta. Stólið þessu frá Everton. Ég verð nú að viðurkenna að mér finnst það nú í raun og veru skárra en það sem þeir notuðu þegar þeir voru upp í úrvalsdeildinni, það sem þeir kölluðu þessi stórveldið. Já. Blikar að gera breytingu hérna eftir skamma stund.
Blikara Eitt sem heitir Guðjón sem koma inn á aðeins seinna. Guðjón Már Magnússon held ég að hann heiti. Ég sé ekki. Koma Hákangar að sækja. Þetta er vel gert. Góð vörn þarna. Góð vörn hjá Blikunum. Andri Fannar. Kemur þessu til vinstri. Við fáum úr þessu skori bara eftir smá. Já, Damir og Gummi Bö. Ágúst að leyfa mörgum að fá tækifæri. Að gera, það er bara vel gert. Davíð Ingvarsson. Hann er búinn að færa sig yfir í vinstri bakvörðinn. Nei, hérna Háka fær þetta. Þá eru skiptingar hérna. 2 skiptingar. Aron Bjarnason og Davíð Ingvarsson að koma út af. Já. Ég fer í þetta mál. Já, langur bolti þarna fram. Viktor Örn. Damir. Og Guðjón. Aftur á Guðjón. Hvað gerir? Ásgeir Martinsson vinnur boltan. Og vel gert þarna. Það var að koma boltanum tilbaka. Stefán Ingi, segir Guðmundur Steinarsson. Stefán Ingi var að koma inn á líka ásamt Guðjóni. Már Magnúsinni. Það er bara að koma hjá okkur hérna. Svona á að gera þetta, ekkert vesen. Já, það er að geta flækja hlutina. Það er að geta flækja þessa hluti. Bara að kalla niður á bekkinn og spyrja nöfn þeirra sem að menn þekki ekki. Ég ætla að koma eina svona smá gátu, af því ég er svo gaman að gátum ekki. Já. Hvað heldur að Blika séu búin að gera margar skiptingar í seinni hálfleik? Skjótu, núna, ekki telja. 7. 9. 9, ok. Heiðar á með rétt, hann sagði 9. Já. Ég giskaði án þess að hugsa, þannig að það er meira. Bara einungis... Það er fleiri að koma inn á, það var í 11 skiptingar. Já, Viktor Örn eftir að koma út af. Og hver er sá senasti? Damir. Viktor Damir eftir að... Númer 35 og 44. Það er svona NFL-númer hérna að koma inn. Þekkir þetta? Eru þeir ekkert að vinna á vellinum? Jú, þannig er hann svo mikið sem... Magnús. Hann var í láni hjá ÍR í sumar. Sóknarmaður. Já. Hann hérna... Hann er vegan. Nafnið datt úr mér. Ekki margir sem eru vegan, en hann er vegan. Hann veit ekki hvað heitir. Vegan. Hvað heitir þú? Gunnar Geir. Og hvað heitir hinn? Brynjar Óli, auðvitað, Brynjar Óli og Gunnar Geir. Hann var með mér til að segja mér allt þetta. Gunnar Geir og Brynjar Óli að koma inn á. Magnús, þú er búinn að standa þig frábærlega. Brynjar Óli, bara... Hann er vegan. Vegan. Gummi var hættur að nenna þess að sagði, viljið tilkynningur þarna upp? Komið inn á. Já, gaman að þessu. Gústaf breytaði í 4-2, það var Brynjar Óli að fara í framlínuna. Háka enda vinni í 84 áhorfendur. Þökkum öllum þeim 84 sem eru enn að horfa. En svo er þetta að horfa á það klippur úr leiknum og leikinn á YouTube-rás Blika TV. Brynjar Jónasson. Arjan. Hann missir boltan.
Já, neglur honum í burtu. Hann að tefja. Það er lítið eftir. Það eru 2 mínútur eftir, Maggi. Já. Það er að láta þetta fljóta, Blikarnir. Og vel gert hérna. Hvað gera þær hér? Nei, klaufalegt. Hákangarnir komast inn í þetta. Ásgeir. Hvað gerir Ásgeir hér? Kemur honum á Brynjar. Slök sending hjá Brynjari hana. Böðvar hérna, allt í öllu í vörninni. Já. Getur leyst þessa miðvarðarstöðu. Bara mjög vel. Viktor Bjarki. Greiðlegri gott fyrir HK að vera með manni sem Viktor Bjarka innanborðs. Reynslu mikill leikmaður. Já, hann getur kennt strákunum mikið, ungu strákunum. Já, heldur betur. Og vel gert hana og við reynum að koma boltanum á Brynjar, hann missar hann aðeins langt frá sér. Ólið með þetta. Já, þeir hafa ekki lent í teljandi vandræðum í vörninni í sigurhálfleik Blikarnir. Nei, svo er víst, Magnús. En eins og fyrr segir, nú fer þessu senn að ljúka hér í kórnum og það er sigur Breiðabliks. Það er 89 mínútur komnar á klukkuna. Já, þannig er 5-2 fyrir Breiðablik. Mörk Blika í þessum leik gerðu Alexander Helgi, búinn að gera 2, Aron Bjarnason, Davíð Kristján Ólafsson og Benedikt Varen og mörk HK gerði Birgir Valur Jónsson og Máni Austmann Hilmarsson. Og það er ljóst, Magnús Valur, að það verður Breiðablik KR í úrslitaleik. Það verður auglýst síðar. Já, það gæti orðið virkilega skemmtilegu leikur og verið spennandi hlutir verið að gangi hjá KR-liðinu. Theodor Elmar jafnvel á leiðinni heim, hann muni örugglega spilaði 75 mínútur í leiknum á móti Stjörnunni. Já, það getur algjörlega breytt öllum hlutunum hjá KR-ingunum að fá einn svona reynslu mikinn sterkan leikmann. En hér er hágangari Valgeir Valgeirsson. Hann er skot, rétt fram hjá Valgeir Valgeirsson. Strákur sem er fæddur 2002, leggja þetta nafn á minnið. Þarna, hann var óheppinn strákunni, þetta var virkilega vel gert. Já, það var mjög vel gert. Og hér flautar Vilhjálmur Alvar Þórarinsson til leiksloka. Lokatölur hér í kórnum. Breiðablik 5, HK 2. Tómas Mægir þakkar fyrir sig. Magnús Óli Böðvarsson þakkar fyrir sig. Og tæknideild Blika TV sömuleiðis. Sjáum stress. Veriði bless. Það fannst ekki strákinn.